Í síðustu viku þá vorum við náttúrulega að fagna því að Jesús upprisinn. Og þá bara nokkur atriði sem þarf að vera með í lagi þegar við ætlum að ganga af stað í trúargöngunni okkar. Og ég ætla í dag að skoða hjálpræði í Kristi. Kannski að leggja bara ákveðin grunn, kannski. Já, þú veist hvað við. Leggja bara ákveðin grunn. Af hverju ætla ég að tala um þetta? Vegna þess að í mörgum trúar svona hjá fólki, almennt séð, við tökum bara almennt séð, þá stundum fær fólki í góðu fréttinar að Jesú kom, hann dó fyrir syndinar, hann elskar þið skilyrðislaust og þið þekkið þetta. Jóhannesar Guðspjall 1:12, allir sem tóku við honum gaf rétt að vera Guðs börn. Þetta það sem allir var fyrirbúið og það bara stigið inn í þetta. En það sem svo vandamálið hjá mörgum að segja að þetta sé samningurinn, frábær samningur. Eða kannski blasið fyrir aftan. Herri, já, ef þú ætlar að komast inn í himnaríki þá þarf þú að gera þetta, þú mátt ekki gera þetta, þú mátt ekki borða bacon, þú mátt ekki borða humar. En þá ertu komin í hvað? Lögmál. Þannig að mér langar að byrja á Póstulssögunni 4:12. Þetta ekki tilviljun. Það 4. mánuðurinn og það 12. í dag. Kannski Guð reyna að segja eitthvað. Ekki hjálpræði neinu öðru og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Þetta frumkirkjan, eins og við myndum kalla það. Þetta bara Póstulssagan og þarna verið að leggja grunninn af öllu kirkjuferlinu, ef við getum bara orðað þetta þannig. Það sem verið að segja að það ekkert nafn í þessari veröld sem getur, og taktu vel eftir að segja getur frelsað nokkurn mann. Af hverju getur bara til dæmis nafnið Gunnar ekki bara frelsað fólk? Af hverju getur ekki bara nafnið Sibba frelsað fólk? Já, exactly. Á hebreísku, Jesúa. Nei, þetta hefur með það að gera að nafni Jesú Kristur, þetta það nafn, Filippibréf 2:8-12 að segja að Jesú kom, hann lagði allt til hliðar til þess að koma fram með þjónustu sína og þegar hann var búinn að gera það, þá fór hann á krossinn og hann dó fyrir syndir okkar og reis aftur upp frá dauðum. Og þess vegna ekkert annað nafn þess virði að fylgja, þess virði að þetta bara eina nafni í heiminn sem hefur gefið hjálpað okkur. Af því hvað hann gerði, af því að þetta ákveðin fullyrðing í þessu. Hann segir það ekkert annað nafn. Og eins og við sjáum að segir frelsað. Við kristna fólki, við elskum að segja þessa setningu. Ég frelsaður. Sumir, já, ég dýrlega frelsaður. En svo bara þegar maður spyr, frá hvert frelsaður? Því þú hlýtur að frelsast frá ykkur til þess að frelsast ekki. Þá kemur þetta svona klassíska hjá fólki. Já, ég frelsaði frá áfengi, ég frelsaði frá einhverju svona neyslu og eitthvað. Sem allt í góðu, allt í lagi. Þetta bara einföldlega að segja að þú frelsaði frá syndi ekki. Því að þetta tekur þig ekki. Jú, gott og vel. Og ef þú frelsað frá synd, þá ertu líka frelsað frá lögmáli. Það helst í hendur, sko. Rómverjabréf 6, það helst í hendur. Og þá ég ekki, taktu nú vel eftir, ég ekki að segja þá að það sé í lagi að gera alla hluti að því að við erum ekki undir lögmáli. Ég ekki að segja það. Ég alls sjálfsögðu ekki að búa til einhvers konar náðarbóðskap sem ofur náðarbóðskap. Alls sjálfsögðu ekki. Ef að heilagur andi býr í þér og Jesú Kristur þinn persónulega frelsari, þá lætur hann ekki þá vill hann ekki að þú sért að gera alla hluti sem gagnstætt honum vilja. Það nefnilega bara málið, sko. Já, ég alveg búið með tíman, en má ég halda aðeins áfram? Lítið áfram. Förum í Galatabréfið. Þetta 1:4-5. Þetta kveðjan hans Páls sem Jesú gaf sjálfan sig fyrir syndir okkar til þess að frelsa okkur frá henni yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja Guðs vors föður. Honum einum sé dýrð aldir alda. Amen. Þetta bara inngangurinn á Páli. Svona byrjaði hann bara bréfið, en hann líka bara beinskeyttur þarna. Hann ekki að bjóða upp á neina blöndu, hann leggur línuna strax fyrir Galatamenn. Hei, það var hann sem gaf sjálfan sig fyrir syndir þínar að þú getur ekki borgað tilbaka. Það þýðir ekki að fara að blanda saman einhvers konar lögmál, að lifa gyðing kristnu lífi, hann býður ekki upp á þarna. Hérna leggur hann línuna strax fyrir að það Jesús gaf sjálfan sig að þú getur ekki borgað hann tilbaka.
og til að frelsa okkur frá henni yfirstandandi vondu öld, það bara, hann vildi frelsa þig og okkur þangað til að tími kæmist fyrir. Og í raun og veru Páll þarna, nei, ekki Páll, Póstrolanir, Póstrolansaga 15. kafli, leggur grunninn á öllu Galatabréfinu. Galatabréfið 1 ár eftir Jerúsalemfundinn, sem lesum í Póstrolasögunni. Og þar sjáum við, svo bókstaflega koma í ljós, að það ekki þörf fyrir það að heiðingjar sem komast til trúar á Jesú Krist, þú og ég heiðingjar, by the way, að við þurfum allt í að gangast undir lögmálið til þess að frelsast og komast inn í himnaríki. Þar voru allir póstrolarnir sammála nei, það gengur ekki, það bara fyrir trú eignast menn eilíft líf. Það bara fyrir trú að það verða réttlátir og komast inn í himnaríki. Og síðasta versi, í stuttumáli. Ég las þetta síðast og ég ætla bara að lesa þetta aftur. Jóhannes Guðspjall 10, 28-29. Ég gef þeim eilíft líf, þeir skulu aldrei að eilífu glatast. Enginn skal slíta úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mig þá meiri en allir og enginn getur slitið úr hendi föður míns. Ef það var einhver vafi þetta frelsunarverk hjá Jesú, þá ætti það bara að vera búið núna. Hann að segja, það getur enginn slitið þig úr hendi föðurins, það sem að hann búinn að gefa þér, getur enginn tekið frá þér. Og það þýðir bara tvennt, það eru 2 hendur sem að haldi í þína eigin hendi. Það er hönd föðurins og hönd Guðs. Ef að það myndi slitna í daginn, þá bara Guð ekki trúfastur og við erum komin í hættu. En góðu fréttin það að Guð sýndi það að hann trúfastur og hann getur ekki brugðist okkur. Ég búinn að tala allt of lengi. Jæja, þetta komið gott.